Þá komið heimsóknarnu með Hilmari Þór Hilmansinni, prófessor sem staddur í Bangkok. Komdu blessaður. Hvað veistu? Herðu, við ekki eðlilegt að tala bara Trump og Putin. Það hefur gerst síðan að við töluðum saman síðast, að þeir töluðu saman í síma, sem var 1,5 tími, ef ég skil rétt, og niðurstaða þess fundar... 2,5 tími. 2,5 tími fyrir ekki. Niðurstaða þess fundar var það að Trump lýsti því yfir að þeir myndu hittast í Budapest. Hann segir innan 2 vikna, en síðan hafa komið svona skilaboð frá Kreml að það sé ekki komin einn tímarammi, eins og að Kremlverjar vilji að verði mótuð svona eitthvað drög að samkomulagi áður en þeir hittast, svo þetta verði ekki endurtekið efni frá því í Alaska. Og það er náttúrulega það sem merkilegast gagnvart Evrópu og Úkraínu er það að eftir þetta samtal, 2,5 tíma samtal Putin og Trump, að þá tók Trump aftur U-beygju. Hann hafði tekið U-beygju áður, hann hafði lýst því við Zelenski að Rússar gætu ekki, Úkraínumenn gætu ekki unnið stríðið á vígvellinum og Úkraínumenn yrðu bara horfast í augu við orðin hlut, semja landamærin eins og þau væri núna miðað við víglínuna. Að öðru kosti væri Úkraína kannski að horfa upp á enn verri samninga, enn meira land tapað, enn meira hörmungar yfir landið. Trump skipti skoðun, sagði að Úkraínumenn geti bara unnið landið aftur tilbaka, jafnvel sótt inn í Rússland, talaði þannig í einhverja örfáa vikur. Eftir samtali við Putin að þá sneri hann aftur við og sagði að eini valkostur Zelenski og Úkraínu væri að semja. Kannt þú að skilja þetta allt saman, Hilmar? Já, sko, ég held að hann hafi sagt, þegar hann voru að tala það að Úkraína geti unnið stríðið, að þá þetta svona pirringur út í Evrópu. Evrópa búin að vera að segja þetta að Putin sé ekki að semja við. En það var það, veistu það, alveg þangað Trump kom í Hvíta húsið, þá var stefna Evrópu og Evrópuhluta NATO að tala ekkert við Putin. Putin var bara stríðsglæpamaður og við tölum ekki, og Hitler, og við tölum ekkert við einhverja Hitlera og við tölum ekki við einhverja stríðsglæpamenn. Og við bara sigrum hann á vígvellinu. Og Trump virðist ekki hafa neina trú á því að Hvíta húsinu fundunum ekki núna, þar áður sagði hann bara við hann að ef að stríð héldi áfram hann Zelenski enda með því að tapa allir í Úkraínu, sagði hann sko. Og svo núna segir hann að nú að láta hendi land, þá er það aðalega Donbass-svæðið, það sem eru miklar auðlindir. Ég veit ekki hvort að Trump átt að sjá því að þegar Putin að tala að gefa eitthvað eftir það sem hann má taka og fá eitthvað annað í stað, en þá er hann að horfa ekki bara á ferkilometra, hann er að horfa hvað eru helstu auðlindir, hann vill hafa landbrú af Krímskaganum og svo framvegis og hann er búinn að kortleggja hvar er gasið og hvar eru kolin og hvar eru málmarnir sem hann vill fá og hann reynir að taka það land, ekki eitthvað annað. Hann er ekkert að reyna kannski endilega að horfa á hvað er margir ferkilometrar, en sko núna, eins og að segja, þá Trump talar að hafa fundi í Budapest sem að pirrar Evrópusambandið alveg óstjórnlega og af því að Orbán sem er aðalvinur Trump í Evrópu er Orbán, hann er hans aðalmaður, en hann er hins vegar útlagi innan Evrópusambandsins. Ég vil tala að taka atkvæðisréttinn af Ungverjalandi í Evrópusambandinu sem er mjög róttæka aðgerð og Orbán vann það sér til óhelgi innan ESB að þegar að Ungverjaland fór með forseti í ráðherraráðinu í Evrópusambandinu, þá fór hann til Kíev og Moskvu, hann talaði við Putin og eftir það var hann bara persóna non grata innan Evrópusambandsins þegar hann dirfðist að fara að tala við Putin sem er stríðsglæpamaður sem er sagt að vera í yfirheyrslu í Haag og fara svo bara í fangelsi. Þetta er sko málið núna, sko. Málið er það að Trump er búinn að opna þarna fyrir einhverja viðræður og Trump virðist líta á þetta sem einfalt. Ég var bara að horfa á hann bara viðtal við Air Force One, þetta þotu Bandaríkjaforseta, það sem hann sagði bara ok, hætti að drepa fólk, hætti að berjast, víglínan verður eins og hún er og farið heim til ykkar. Hætti þessu bara. Hann virðist líta sko á þetta sé eitthvað svona bara, eins og krakkar rekaðu bara heim til sín áður en að klukkan verður orðin að margt. En málið er bara miklu flóknar og það sem kemur frá Kreml er það þarf að vera eitthvað drög að samkomulagi eða einhvers konar samningar sem er búið að fjalla þau atriði sem að þeir töluðu í sínu símtali þar á meðal eftirgefa landi. En við heyrum það alveg þegar við tölum
við heyrum það alveg á Evrópusambandsleiðtogunum að þeir vilja ekki gefa neitt eftir, vilja ekki semja neitt það, vilja bara vopna eins og þeir búin að tala lengi, og líka Zelenski, og þess vegna sauð upp úr að öðru sinni í Hvíta húsinu. Þetta var einvísu ekki opinn fundur í beinni útsetningu eins og fyrri fundur þeirra í Hvíta húsinu, en núna voru blótsyrðið sagt og Trump var mjög reiður og sagt að hafi verið með kort af Úkraínu og hann hafi hendi frá sér og svo hann orðinn hundleiður og svo losnað við þetta mál á borðinu sér, því hann hefur bara allt annað að gera heldur en að vera vesast í þessu enda. Skiptir Úkraína sáralitlu máli fyrir Bandaríkin. Úkraína skiptir máli fyrir Úkraínu og fyrir Rússland, þetta staðsetningu skiptir ekki svo miklu máli, hann er orðinn hundleiður á þessu, hann að missa stjórna sér á fundum. Og meðan að Evrópusambandsleiðtogarnir segja bara fyrstulega átti ekki að tala við Trump, við átti ekki að tala við Putin, vinna hann á vígvellinum og ljúka stríðinu þannig, það er eina sem Putin skilur, en það er ekki að gerast og það er bara spurningi hvað ætla Evrópuleiðtogarnir að gera, bæði Evrópusambandsleiðtogarnir og þeir sem leiða Evrópuríki NATO að gera ef að Trump bara ýtir þessu máli algjörlega frá sér. Hann virðist ennþá verið að reyna að koma á fundum og það átti að vera fundur milli Lavrov, utanríkisráðherra Rússlands, og Marco Rubio, Secretary of State fyrir Bandaríkin og utanríkisráðherra Bandaríkina. En mér skilst að sá fundur mun ekki eiga sér stað, það muni kannski eitthvað símtal eiga sér stað og það er óvissa með fundin í Budapest. Og svo það Evrópusambandsleiðtogarnir mjög fúlir við því að vera með fundin í Budapest vegna þess að þeir telja að Orbán fascistráðherra Ungverjalands sé algjörlega á bandi Putin. Þannig að sem að ég held að sé ekki rétt. Ég vil svo til að ég fór til Ungverjalands rétt ára stríðið hófst og talaði við fjölda manns í Ungverjalandi. Það var sendiherra Íslands sem senni sittur í Oslo sem var mjög dugleg, hún skipulega fyrir fundi út allt Ungverjaland þegar ég var þar og tala með það sem í kringum Orbán. Og minn skilningu var sá ekki að þeir væri svo hrifnir af Rússlandi, heldur að þeir óttuðust bara að þetta stríð að þetta myndi geta farið út í kjarnorku stríð og eitthvað slíkt og því þeir eru með, eins og þú veist, þeir eru með austurlandamæri við Úkraínu og sama óttan fann ég því ég var að tala við aðila í Brussel þar á meðal sendiherra Slóvakíu gagnvart Evrópusambandinu og gagnvart Belgíu og þeir sem voru þarna voru fyrir Slóvakíu, þeir líka miklar áhyggjur, þeir eru líka með austurlandamæri í Úkraínu. Ég held að það séu viðhorfin, það er óttinn við að stríðið breiðist út og fara úr böndunum en að Orbán sé eitthvað svona sé eitthvað leikfang í höndunum á Putin. Ég efast það og ég held að Trump sé það ekki heldur, en það er alltaf allir sem að vilja semja frið og vilja tala saman, þeir eru stimplaðir sem pútinistar, þú veist hvernig það er líka hjá okkur heima. Það má ekki tala saman, það á bara að láta vopnin tala, þangað til Rússlandi gjör sigrað á vígvellinum, það er hugmyndin. En svo þessir aðilar sem vilja ekki tala saman, þegar það á að koma fundum, þá þeir að skipta sér af því hvar menn að hittast og hvar á að tala og núna var ég að sjá, ég held að vera utanríkisráðherra Póllands sagði að ef að Putin myndi fara ekki lofthelgi Póllands þá er bara vélinn bara stöðvuð og hann er handtekinn og ég hafa að hlusta á utanríkisráðherra Litáen og hann sagði bara það ætti ekki að tala Putin, hann ætti bara að vera í Haag og yfirherslu og svo bara fangilsi að þetta veri stríðsglæpamaður. Það eru viðhorfin þarna. Þannig að það er ekki mikill samningsvilji, þú getur ekki samið svona. Og þá spurningi hvernig kemst Putin til Ungverjalands. Ég hef bara skoðað þetta bara á korti að þá er það einna helst í gegnum Bosníu og Hersegóvínu og svo Serbíu og þar í gegn. Reyndar er ströndin þarna á móti Ítalíu, er Króatía og hún öll tilheyrir Króatíu, það er eitthvað 20 km svæði sem tilheyrir Bosníu og Hersegóvínu og Bosníu og Hersegóvína er mjög vinveitt Ungverjalandi. Ég veit að Ungverjar hafa sagt til þeir vildu frekar að Bosníu og Hersegóvína kæmi í NATO á undan Úkraínu, hefði meiri rétt á því og ætti að vera frekar. Þannig að það er hugsanlegt að fljúga í gegnum þessi 20 km svæði þarna. Það er eina sem ég sé, það sem að þú ert að fljúga í gegnum svæði það sem er ekki NATO-ríki og ekki ESB-ríki. Það er þessi strandræma við Bosníu og Hersegóvínu, í gegnum yfir Bosníu og Hersegóvínu og svo yfir Zagreb, yfir Serbíu og þannig kemist hann til
til Budapest. En öðru leyti þá hann að fljúga yfir, ef þú tekur Albaníu í NATO, Svartfjallaland í NATO og öll hinn löndin í NATO og sum þau eru bæði í NATO og Evrópusambandinu. Þannig að sko Pútín væri í ákveðinni hætt að fara þetta. Þannig ég veit ekki alveg hvernig þetta mun teflast. En það alveg ljóst að Evrópusambandinu þykir niðurlæging af því þeir settu Orbán út af sakramentinu fyrir það að hafa farið til Moskvu, að fundurinn verði haldinn þar og reynda Zelenský hefur sagt að hann myndi fara þangað, en ég hef enga trú á því að hvorki Trump eða Orbán hafi sérstaklega áhuga á því að hafa þarna. Svo segir Macron, forseti Frakklands, að það verði engin samningar án Úkraínu. Þannig þetta svona allt voðalega ruglingslegt. Já. Ef við förum yfir svona breytingarnar, eins og ég sagði áðan að þá var á tímabili að þá skipti Trump skoðun eftir að hann gafst upp á því að semja við Putin og sagði að Úkraínumenn gætu sigrað á vígvöllunum. Hann ætlaði ekki að borga vopnin sjálfur, en Evrópa gæti safnað peningum og keypt bandarísk vopn og hann myndi senda það. Og þá kom upp hugmyndur að Úkraínumenn fengi Tomahawk eldflugar sem að geta skotið vopnum langt inn í Rússland, og Zelenský taldi sig kannski vera á leiðinni til Hvítahússins að semja slíkt, að hann fengi fleiri vopna því gefnu að Evrópa myndi aura saman fyrir þeim og þá gæti það styrt stöðu hans á vígvellinum og mögulega leyti þess að yrði fullnaður sigur Úkraínu einhver tímann í framtíðin á vígvellinum og það þyrfti ekki að semja við Putin. Í Hvítahúsinu, eins og þú bentir á og kom fram í fréttum Financial Times, held ég að verið fyrsti sem að fjölluðu hvað gerðist þarna eftir blaðamannafundinn í Hvítahúsinu, þar sem að þeir rakistu hvorn annan forsetarnir og Trump misti svona alla þolinmæði. Niðurstaðan var svo að Zelenský fór tómhentur heim. Hann ekki að fá aukinn stuðning frá Bandaríkjunum í formi þess að fá sem sagt það tegundir vopna sem hann vill. Bandaríkjunum munu ekki senda slíkar flugvélar til Úkraínu þó svo að Evrópa safni fyrir þessu. Þannig hann Zelenský fer til Bandaríkjana í vonum að fá aukinn stuðning en fær það ekki. Á þessu tímabili hafði Evrópa eiginlega horfst í augu við það að Bandaríkjamenn myndu ekki styrkja fjárhagslega varnir Úkraínu en Evrópa gæti keypt vopn af Bandaríkjamönnum og þeir voru að safna, voru með hugmyndur að taka gjaldeyrisvarasjóð sem að Rússar hafa geymt í Belgíu en líklega tekst það ekki. Þannig að þeir eru að finna leiðir til þess að gera stór átak við að safna peningum til þess að kaupa vopn frá Bandaríkjunum til þess að senda til Úkraínu í þeirri vonsinni að stríðsgæfan snúist þá rækilega Úkraínumönnum í vil. Það erfitt að sjá hver staðan á þessu máli því að með þessari síðustu uppbeygju Trump að þá augljóst að hann eiginlega búin að gefast upp á Úkraínu, hann vill að bara hætti, vonast til þess að hann geti gert svona friðarsamninga svipað hann gerði í Gaza, að það verði bara vopnahlé á þess að það sé leyst neins svona undirliggjandi mál. Það það sem að heyrið frá Kreml núna, það verið að semja undirliggjandi ástæður stríðsins eins og þeir orða það. Trump hefur enga þolinmæði til þess að gera það, vill bara að þetta hætti. Þannig að svona, hans friðarviðræður kannski ekki líklega til þess að skila neinu. Eftir situr kannski staða Evrópu, þar sem orðið augljóst að Bandaríkin hafa engan áhuga á þessu stríði, hafa engan áhuga á því að senda þangað vopn sem að Úkraínu kallar eftir. Evrópa þarf að tína til alla peninga sem þau geta fundið til þess að geta fjármagna stríða áfram. En það sem ég að reyna að koma að þetta hlýtur líka hafa afleiðinga fyrir afstöðu til dæmis landa eins og Eystrasaltslandanna og Póllands að það skjól sem að þeir töldu sig hafa í Bandaríkjunum líklega ekki það sem að þau vonuðust eftir og hafa treyst á undanfarin ár. Heldur verða þau eiginlega endurskoða alla sína allt sitt öryggismat í kjölfari á þessari stöðu. Já, ég vildi að þið væri að því. Ég að fara að kenna núna í febrúar mars í Lettlandi, líka ég búin að gera það í 20 ár og það fráleitt að heyra því þá. En það alveg rétt, þeir þurfa að endurmeta sína stöðu og þeir ekki svo unga batna sem Bandaríkin eitthvað svona móðir sem að Bandaríkin hugsa sína
þjóðaröryggishagsmuni fyrst og fremst. Ég sá viðtal bara rétt á við J.D. Vance, varaforseta Bandaríkjanna, og þá var verið að tala um Attack missiles, þessar missiles sem hann vildi fá, þessi eldflaugar sem hann vildi fá núna síðast. Það var talað það var ekki Attack, þeir hefðu fengið það áður. Það var talað þessar Tomahawk missiles, og þá sagði J.D. Vance, sko, við þurfum að hugsa okkar þjóðaröryggi fyrst, sko, við þurfum að eiga sjálf nægilega mikið magna þessum eldflaugum. Við þurfum að kanna hvað við eigum. Og J.D. Vance hafði flutt ræðu sem ég var stundum vitnað í, við höfum verið að tala saman þegar hann var öldungadeildarþingmaður, þar sem hann fór yfir bara vopnahjálmar til Bandaríkjanna og það sem Úkraína brennir, og hann sýndi fram á það, og hann hefur aðgang að gögnum sem ég hef ekki, því hann þegar hann var öldungadeildarþingmaður getur fengið það sem hann þarf frá Pentagon, og að það var bara skortur á vopnum, og sko, Úkraínamenn hafa fengið HIMARS eldflaugar, svo Attack og svo núna Tomahawk sem vilja fá þá líka, og það alltaf ykkur svona nýjar eldflaugar, og þessar eldflaugar nýjustu eiga draga, ég veit ekki hvort það geta dregið eitthvað 2500 kílómetra eða eitthvað ósköp langt inn í Rússland, ég vil meira, og valdi þar tjóni, þær myndu ekki hafa mikil áhrif á vígvöllunum, en það getur valdið tjóni langt inn í Rússlandi. Ég hef bara enga trú á því að Trump hafi neitt áhuga á þessu. Vegna þess að sko, ef við skoðum eins og Eystrasaltsríkin og Úkraínu, skiptir þetta voru litlu máli fyrir Bandaríkin. Sko, sambandið við Rússland skiptir Bandaríkin til lengri tíma miklu meira máli. Það bara staðreynd. Þeir þurfa að ná, að því vegna að þeir eru í stórveldasamkeppni, þeir vilja ekki vera með þetta ástand á norðurslóðum og í Evrópu og komast ekki til að einbeita sér í Asíu og allt upp í lofti eða erfið staða í Miðausturlöndum. Þannig að það bara, ég held að fyrsta lagi þá eiga ekki nægilega mikið sem eldflaugar sjálfur. Bandaríkin getur staðið frammi fyrir stríði í Taiwan, hvenær sem geti gerst, og önnur átakasvæði eins og kringum á Suður Kínahafi, þá þurfa þeir að hjálpa Filippseyjum. Þeir getur þurft að hjálpa Ísrael út af Íran og svo framvegis, það eru óuppgerð mál þar. Má ég skjóta inn Hilmar, og svo það líka það að það augljóst af ummælum ráðamanna í Washington að það verið að undirbúa einhvers konar valdarán eða valdaskipti í Venezuela. Það verið að skilgreina að Bandaríkin eigi í stríði við eiturlyfja innflutning frá Suður Ameríku. Þeir eru mjög orðnir herskáir í umræðum við forseta Kólumbíu. Þannig ég held sé líka að þeir séu horfa nær sér, að þeir þurfi að hafa varnargetu og sóknargetu þar. Já, Venezuela, það er kannski tilvíðun, ég veit það ekki, þetta er olíuríkasta land í heiminum. Og þannig eru komin gríðarlega spenna. Og já, talaðum jafnvel árás inn í það land, og Kólumbía sennilega það koma sennilega meira eiturlyf frá Kólumbíu heldur en frá Venezuela. Og svo verið að skjóta báta, og það deilt það, eru þetta sjómenn eða fiskimenn, eða eru þetta einhverjir að flytja eiturlyf. Mér skilst að í Bandaríkjunum strandgæslan hefur oft tekið báta, og það hefur ekkert alltaf verið að ræða einhverja eiturlyf. Það hefur verið eiturlyf í einhver skipti en ekki næstu því alltaf. Þannig að það er alveg rétt, það er komið þetta mikil spenna, og það sem það getur Bandaríkjunum þetta að nota þessar eldflaugar, lándarægar eldflaugar í því tilviki, enda þú sérð að Trump, hann ljáði ekki máls á þessu, þetta ekki á dagskrá, hann slóði þetta á borðinu, og svo er líka Putin búinn að segja við hann að þetta muni spilla mjög samskiptum við Rússland, sko, þetta muni ekki breyta stöðuna á vígvellinum, en þetta muni, ef það fer að skjóta inn í Rússland 2500-3000 kílómetra langt inn í Rússland, langt frá Úkraínu, þá myndi það hafa áhrif á samskipti landana, og Trump hefur verið að reyna að koma á einhverju samskiptum, samtölum, en Evrópa hins vegar hefur verið með þá skoðun að það ætti ekki að tala við Putin, það ætti að leysa þetta bara með sigri á vígvellinu. Þannig að þetta er voðalega ruglingslegt. Auðvitað það ruglingslegt að Trump skulle alltaf vera að skipta skoðun, en það er líka ruglingslegt að Evrópa einhvern veginn og sjálfur sér svo ósvankam, og ég alveg sammála sem að segja varðandi Eystrasaltsríkin, að það traust sem þau setja á Bandaríkin og NATO algjörlega óhreinlegt. Sko, NATO orðið óvissu tæki. Þetta fyrst alveg orðið ofboðslega dýrt, þegar það var 5% af verkefni á árið, þetta alveg ofboðslega dýrt.
kostnaðurinn er allir komin yfir á Evrópu, það er mikill þungi á Evrópu og Bandaríkin eru, eins og þú segir, það er Miðausturlönd, það er Úkraína, það er Asía, nokkur viðkvæmir punktar og svo er það Suður-Ameríka, hafa nóg með sjálfa sig og að fyrir ráðamenn í Bandaríkjunum að vera með 3 eða 4 mál á borðinu samtímis, það er bara allt of mikið, við ná ekki utan það og sérstaklega þú ert með forseta sem setur sig ekki inn í nein smáatriði og núna þegar hann vill bara segja bara við Pútín hérna klukkan er orðin 10 farið heima að sofa sko, skilurðu, það er eitthvað að krakka en það er eins og Kreml bendir á og ég er ekkert að segja það að kröfur Kreml séu sanngjarnar, alls ekki, ég meina en þeir tala root causes, það er hver er rót vandans og þeir telja að það hafi verið NATO stækkun. Á Vesturlöndum er það mjög víðtekin skoðun að NATO stækkun hafi ekkert með þetta að gera, þetta hafi snúist allt það að Pútín vilji endurreisa Sovétríkin og búa til einhvern stór Rússland og eitthvað slíkt, og það eru hugmyndirnar, en hann vill ráðast það sem hann kallar rót vandans og það verður mjög erfitt. Þess vegna held ég að það verður ekkert samið, sko. Ég meina, ég held að þetta endi með það sem við kalla frozen conflict, að einhvern tíma munir Rússarnir hætta að berjast og Úkraínumennir líka og þá myndast einhver svona lína eins og í norður á Suður-Kóreu, það sem er enda á tæknir, sko, því þar stríðin þar lauk 1993 og það er tæknilega stríð ennþá þar í gangi og það er ekki búið að ganga frá landamærunum, en það verður ekki gengið frá landamærunum, en Rússarnir taka eitthvað sem að þeir vilja, meira en þeir eru með í dag og einhvern tíma stoppa baráttan, en þeir getur að blossa upp aftur. En ég sé ekki fyrir mér sko miðað við stöðuna að það verði samið eitthvað sem að allavega sko, ég veit að ég tel að Bandaríkin og Rússland gætu samið eitthvað ef að þeim væri falið umboð til að semja eitthvað. En það er engar líkur á því, það sem að Trump verður vonlaust fyrir hann að fá Evrópu, hvað þá Úkraínu til að samþykkja þessar málamýranir, til dæmis eins og Úkraína láta af hendi allt Donbass-héraðið, þessi mjög auðlindaríkt, svona backbone, lykil svæði fyrir hagkerfi Úkraínu, þó að hafi allt verið í kalda kolið þar, löngu áður en stríðið hófst, þá er þetta svona auðlindaríkast og skásta svæði kannski, og hérna, það verður voðalega seint samið þá. Ég held að Zelenský, hann hafi bara ekki, sko, myndi ekki lifað á pólitískt. Nei, þannig að hann er fastur í því að raunverulega halda stríðinu áfram og sömuleyti hefur Evrópa verið með þá stefnu að eina leiðin til þess að enda þetta stríð er fullnaða sig úr Úkraínu vegna þess að það sé ekki hægt að semja við Pútín og leiðin til þess að sigra á vígveitunum er að halda Bandaríkjamönnum við borðið sem að er ekki að takast. Að því lengra sem að ákafar sem að Evrópa er í þessari stefnu sinni að því fjær virðist Bandaríkin færa sig frá Evrópu. Já, sko, Zelenský mér finnst að vera veruleika fyrst, með fullir virðingu fyrir hann. Ég meina, hann til dæmis einhvern tímann tók Trump af sig í Hvítahúsinu og sagt og sagði honum að trúða honum fyrir því að hann héldi að Pútín væri hræddur við hann. Skilur, og þá átti hann að bara gera hann ennþá hræddari. Og svo bara hvað er það sem að Trump á að gera og Evrópa segir gjarnan, sko, náttúruríki Evrópu, að Pútín skilur ekkert annað en bara styrk, skilur bara, hann skilur styrk og það er bara hann sterka. En það er bara hver er þessi sterki aðili og hvað á hann að gera? Og Bandaríkin eru sterkt land og ríkasta land í heiminum og öflugt land og allt það. En þeir eru að hugsa eins og J.D. Vance, hann er að hugsa þjóðaröryggi Bandaríkina og hann vill ekkert fara að senda öll vopn sem Bandaríkin hafa og þurfa að geta þetta nota annars staðar til Úkraínu, fyrir hann er engan áhuga á þessu máli. Ég sé ekki hvað skiptir Úkraínu máli fyrir Bandaríkin. Bandaríkin hafa aldrei verið að skipta sér að Svartahafinu, aldrei. Og aldrei verið mikilvægt svæði fyrir Bandaríkin. Það eru alltaf með svæði sem verið mikilvægt fyrir Bandaríkin. Og Evrópa er minnka í vægi. Þannig að þetta er algjörlega óraunhæft. Og það er alltaf að Bandaríkin eiga að gera þetta og þú séð hvernig Trump snýr á Evrópu út af þessum secondary tariffs. Evrópa er hægt að tala um þess að tolla á Indland og Kína vegna þess að hann sagði ok, sko, ég skal gera þetta en þið skulle farið fyrst. Fyrst vil þið gera þetta og auðvitað veit hann að þið gera þetta ekki. Og þá var hann laus úr þeirri snöru og ef að þeir kenna honum það að hann hafi ekki lagt á þess að secondary tariffs eða þess að tolla á Rússland og Indland, Kína og Indland,
að þá náttúrulega getur hann sagt ég gerði það ekki því þið vilduð ekki gera þetta. Og svo varandi vopnin, þá náttúrulega bæði vandamál að safna peningum til að kaupa vopn. Ég heyrði tölu einhverja 2 milljarða sem var komin, en það er ekki stór upphæð með það sem hafi verið veitt áður, því að það sem Úkraína hefur fengið frá Bandaríkjunum áður eru margir tugir milljarða af vopnum. Og svo líka bara eru vopnin ekki til. Ég meina, varaforseti Bandaríkjanna segir bara við erum að hugsa okkar þjóðaröryggi og það er það sem það er, og það er það sem að Eystrasaltsríkin og Pólland verða að hugsa þessi svona frontline states, og líka Finnland og Noregur, löndin sem eru þarna alveg á fremstu víglínu ofan í þessu máli með landamæri yfir Rússland, að þau náttúrulega þurfa aðeins að fara að skoða sem gang gagnvart NATO. Því að Trump hefur sagt oftar en einu sinni að hann mun ekkert verja lönd, ekkert taka marka á artikul 5 undir öllum kringumstæðum. Og en þau virðast trúa því, þú eins og hlustar á Kaja Kallas til dæmis sem var forsætisráðherra Eistlands og núna öryggis- og utanríkismálastjóri Evrópusambandsins, hún talar að gefa ekkert eftir. Ég skil hann alveg að því leyti, að þú veist eins og austurhluti Eistlands, Narva-héraðið, Narva er borg þarna á landamæraborg, þetta er eiginlega allt Rússar og rússneskumælandi fólk, 25% eista eru að rússnesku bergi brotnir og flestir þeirra búa í austurhlutanum, sama með Lettland, Latgali héraðið þarna, það sem borgir eins og Daugavpils og Resegni og svona alls konar borgir sem eru þarna, sem eru eingöngu Rússar sem eru austurlandamæri Lettlands. Það sem að þetta fólk óttast skiljanlega er að Rússar fara að herja á þessi svæði það sem að Rússar eru í meirihluta og færa landamærin til, og þess vegna segja þau alltaf að það má ekki færa til 1 millimetri. En það þýðir það að Trump hefur algjörlega bundnar hendur. Auðvitað skilur maður afstöðu þessara landa, en alltaf þegar Trump kemur með einhverja málamiðlandi, hvort sem Witkoff áður eða hann núna og J.D. Vance, þá er það alltaf bara stoppað af og það með ég ekkert gefa eftir. Þess að segja það ég sé ekki við þessar aðstæður, það verður eitt samið og skapaðan hlut, og svo líka segja talsmenn Putin, við förum ekki til Budapest nema að það sé komið eitthvað á pappír sem að tekur á rót vandans, og það virðist ekki vera á dagskrá. Þó eru Bandaríkin mun meiri skilning á þessu heldur en Evrópa hefur, sem hefur engan skilning á þessu. Evrópa segir bara vopnahlé og ekkert gert, ekki tekið á neinu máli, bara vopnahlé. Og þá hugsa Rússar sem svo, vopnahlé þýðir bara það að þá er bara hægt að halda áfram vopnasendingum til Úkraínu, byggja upp herinn, endurskipuleggja herinn, safna meiri peningum, undirbúa frekara stríð. Þannig að fyrir þá sem að upplifa sig að þeir séu með yfirhöndina, þá borgar sig ekkert fyrir það en að halda áfram, og þeir muni gera það. Evrópa mun segja engin eftirgjöf, Zelenskí mun enduróma það, og þá náttúrulega verður ekkert samið, eða hvað, ég sé það, sér þú fyrir það, sé að fara að koma. Nei, þú segir að Evrópa, sín Trump á stöðuna sé skynsamlegri heldur en Evrópu, og átt á við það að stundu tala Trump þannig að verða bara horfast í augu við það að Rússar eru að sigra á vígvellinum, og áframhaldandi stríð munu líklega bæta við þann sigur, kosta gríðarlega fjölda mannslífa, skilja Úkraínu eftir sem brotið land, svona römt steig, eins og sagt er. Og hann lifir í heimi stundum, Trump, sem er þannig að stórveldin og hinn sterki, þeir fara fram með sínu vilja, og það má bara benda á mangi svona til þess. Á meðan að Evrópuleiðtogarnir tala svolítið út frá því eins og heimurinn ætti að vera, að Úkraínumenn ættu að geta gengið í NATO bara ef þeir vildu, og þeir ætti ekki að þurfa að spurja eða hafa eitthvað samþykki frá Rússum til þess. Þannig ætti heimurinn að vera, og þannig heim verðum við eiginlega að þröngva upp á Rússland til þess að sýna þeim að heimurinn er eins og við viljum hann sé, og þess vegna þurfum við bara að safna liði og vinna Rússland á vígvellinum til þess að sá heimur sem að við viljum
verði ofan á, sem hljóma náttúrulega svolítið sérkennilega vegna þess að í þessu felst að þeir vita það að til þess að ná fram vilja sínu þá verða þeir að sigra á vígvellinum og verða þarlegandi sá sterki. Þannig að þá veltum maður fyrir sér býttu þá Evrópa ennþá í þeirri trú að það sé einbóla heimur og það sé vilja vesturvöldin sem að ráði heiminum og geti stjórnaðunum og horfist í augu við það. Þannig að það getur verið eitthvað svona grundvallar afstaða til heimsmálana sem að liggur þarna að baki að það orðið svona langt á milli Bandaríkjanna og Evrópu. Já, eins og þess að segja, þá oft talað að Úkraína muni enda sem svo kallar dysfunctional ramp state, það að segja bara brotið eða Úkraína var að mínum dómi failed state til í stríð. Það var engin hagvöxtur í 30 ár, spilling þarna og ekkert raunverulegt lýðræði og nokkrir aðilar áttu allt þarna og stjórnuðu þarna og allur almenningur bjóði mjög erfiðar, mjög fátækt fólk, miklu meiri fátækt heldur en í Rússlandi. Ég meina á 30 ára tímabili tvöfaldast verglandsframleiðsla í Rússlandi rúmlega það en minnkaði í Úkraínu. En stór hópur í Úkraínu horfði þá til Evrópu, til NATO til þess að venda sig fyrir Rússum, til Evrópusambandsins í vonum aukna efnahagslega hagsæld. Þannig þeir töldu að leiðin út úr þessu ástandi sem þú ert að lýsa var að tengjast Evrópu og það kannski sá hópur sem að varð ofan á í Úkraínu. Já, það skiptist voðalega mikið austur, vestur og það sem að svo skrítið með þetta sjá til þegar voru forsetakosningar þá skiptist þetta yfir í helming þannig að forseti sem var hlynntur forsetaframbjóðandi sem var hlynntur Evrópu fékk það bil 50%, forsetaframbjóðandi sem var hlynntur Rússlandi fékk 50%. Ég segjum og Krímskaginn kannski var valdur af því að Janukóvits varð ofan á sem var hlynntur Rússlandi. Það er að segja að því að Krímskaginn var eiginlega Rússar, 2 milljónir manna þá var það nóg, bara að því að Krímskaginn var hluti af Úkraínu til þess að tryggja Rússum, rússneska forseti sem var hlynntur Moskvu. Þannig að þetta var verið tvískipt og þeir sem eru vesturhluti Úkraínu sem snýra nálægt Póllandi og Ungverjalandi og Slóvakíu og þessum löndum, þeir og Rúmeníu. Þetta fólk hefur verið viljað Evrópusamruna og NATO á meðan að austurhlutin var annarra skoðunar, allavega miklu leyti. Nú erfitt að átta sig á stöðunni, þannig að það er náttúrulega bara svo mikið, það voru 52 milljónir manna þarna þegar Sovétríkin féllu, það er örugglega vel innan við 30 milljónir manna í dag, kannski 25 eitthvað, ég veit ekki, það er eitthvað mjög lítið sem að með það sem var þarna. En það allavega var mjög skipt skoðun hvernig þetta ætti alltaf að vera og en ég meina það sem ég hefði talið að Úkraína hefði að gera og það sem kom upp í umræðunum í Istanbul í mars 2022 var að stíga skref í átt að Evrópusamrunanum og sleppa NATO allavega í bili að styrkja hagkerfið og við vitum alveg hvernig Finnarnir gerðu þetta, þeir voru búin að vera í Evrópusamrunanum mjög lengi áður en að þeir sóttu NATO og það hefði verið miklu ásættanlega efnahagsuppbygging í landinu hefði átt sér stað að styrkja hagkerfið og fá fullan aðgang að sameiginlegum markaði, fá eitthvað fjárfestingafé eða eitthvað, en það var ekki gert og þú eins og segir það var sagt að þetta er sjálfstætt ríki, þeir geta gert hvað sem þeir vilja, þó við vitum það í Íslendingar getum ekki gert hvað sem við viljum. Við vorum að tala það í síðasta þætti að við keyptum hlutabréf í Asian Infrastructure Investment Bank, þetta er 2016 sem við kaupum hlutabréf í Asíubanka sem fórist í Kína, fjárfestingarbanka Asíu, við kaupum hlutabréf 2016 og svo ætluðum við kannski að fara að skoða eitthvað hvað getum gert með þetta. Og 2019 þegar Kína að tala við íslensk stjórnvöld einhverja möguleika í Belt and Road eða Belt og Braut eða eitthvað samstarf, þá kemur bara varaforseti Bandaríkjanna fyrir Trump-stjórninni og segir okkur að gera ekki neitt. En mér finnst mjög líklegt að þegar stjórnvöld kaupa hlutabréf í fjárfestingarbanka Asíu þá höfðu verið að hugleiða alls konar möguleika saman með hinn Norðurlöndin, öll hinn Norðurlöndin gerðu það saman, en svo bara slegið á fingurna á mönnum og við gátum ekki treyft okkur eftir þetta, við getum ekki gert því að það mun valda úlfúð í Bandaríkjunum eða hjá stjórnvöldum og við erum með tvíhliða varnarsamningu í NATO og það sem verðum að halda okkur höndum. En það er alveg rétt líka sem þú segir varðandi einpóla heiminn að
leiðtogar Vesturlanda sem núna við völd, þeir eru uppaldir í einpólaheimi sem var frá 1991 til 2017, svo cirka. 2017 verður Kína stærra hagkerfi en Bandaríkin og jafnvægisgengi. Þeir eru alin upp í einpólaheimi og hegða sér þannig eins og það sé einhver stórveldi, einhver sterkur gæi sem getur bara gert allt. Og það alltaf verið að segja við Trump, meiri refsiaðgerðir, meiri viðskiptaþvinganir, meira vopnum. Og það þessi trú á að Vesturlönd, að Bandaríkin hafi eitthvað í erminni sem þeir eru ekki með í erminni lengur. Það alveg ljóst að þegar að stríð áður en að Putin gerði innrásin inn í Úkraínu, að þá var hann búinn að tryggja sér viðskipti við Kína. Hann hefði aldrei gert þetta ef hann hefði ekki séð opnar dyr inn í Asíu. Og þetta getur gert í magbólaheimi þegar það komið stórveldi, annað stórveldi sem að þú ert með galopnar dyr. Þú getur líka skipt við Indland sem að verða stórveldi, kannski 4. stórveldi núna, eða að verða. Þannig að hann sá það að þetta var sjálfbær ákvörðun, Rússland kannski gat lifað þetta, þeir áttu að opna dyr austur, þó dyrnar fyrir vestan hafi lokast. Og þetta er eins og Evrópuleiðtogarnir átti sig ekkert á þessu. Og svo á að fara að beita Kína refsiaðgerðum og eins og þetta hafi séð Sovétríkin, þegar að utanríkisviðskiptin eru svona mikil við Kína, við erum algjörlega, Kína er háð okkur og við háð þeim, á meðan að Sovétríkin voru að loka hagkerfi. Þetta er algjör mislestur á heiminum eins og hann er orðið margpóla, það er komið annað stórveldi með sinni eigin stofnanir sem er tilbúið að stunda viðskipti við Rússland og fyrir Kína, þeir hugsa mjög strategískt, við skulum gáða því að þetta er nú fólk sem elitan í Kína er miklu menntuð í bestu háskólum Bandaríkjanna. Hvað eru þeir að hugsa? Þeir hafa ekkert á móti því að Úkraínustríðið haldi áfram. Þetta þýðir það að Bandaríkin eru upptekin í þessu rugli í Evrópu, komast ekki til Austur-Asíu. Það þýðir það að Xi Jinping og liðið í Peking hefur miklu frjálsari hendur í Asíu, gagnvart Suður-Asíuríkjunum sem lifa í skugga Kína og Indlands og bara miklu sterkari stöðu og Bandaríkin eru upptekin í einhverju svona endalausu þvargi þarna í Úkraínu. Ef við má fara með því aftur til Evrópu, þá hefur verið markmið Evrópu svona undanförnu að halda Bandaríkjunum inn í Evrópu. Bandaríkin séu bakbeinið í NATO og eiginlega eina fyrirbrigði þar inni sem hefur einhvern hernaðarmátt sem orður að gerandi. Það virðist vera það sem að leita út í upphafi að Úkraínustríðið myndi þétta raðir NATO, að þá komið ljós klofningur innan NATO, mjög ólíkt mat Bandaríkjanna og Evrópu á öryggishagsmunina. En síðan það sérstakt vandamál sem kannski forsetinn sem að skiptir skoðanir eftir síðasta ræðumanni eins og John Bolton benti á. Það var eiginlega helsta vandamáli með Trump, hann var alltaf sammála þeim sem hann talaði við síðast, eða tæki svona nótis á því sem þar hefði verið, sem má benda á í samtalinu langa við Putin að þegar Zelenski kemur í Hvítahúsið þá hittir hann allt annan Trump heldur en hann hafði reiknað með við ummæli Trump kannski viku áður. Nú tæp 3,5 ár eftir að forstatíð Trump, ef honum endist heilsa og þrek, og ef það ekki, ef hann þarf að víkja þá T.J. Vance næstur í rauðinni og hann með enn harðari afstöðu, hann enn líkari núverandi afstöðu Trump til Úkraínu heldur en það sem að Trump virtist vera svo afstæð sem Trump virtist vera að koma með í sumar. Hvernig getur Evrópa lifa svona langan tíma með stríð í Evrópu, með svona óljósan vilja Bandaríkjanna til þess að vera þetta bakbein í Evrópu og án þess að svona hafa raunverulega tíma eða stöðu til þess að endum þetta í einu öryggishagsmuni, því að sumuleyti þurfa Evrópuþjóðirnar þá að meta sem svo hvað gerist ef að Bandaríkin koma aftur til Evrópu, ef að kemur einhver annar forseti með einhver aðra afstöðu, að þá náttúrulega þurfum við ekki að vera með eins drastískar aðgerðir og annars, en kannski þurfum við líka að taka afstöðu til þess að stefna Trump verði ríkjandi í Bandaríkjunum og það sem kemur eftir honum verði kannski bara ennþá verra fyrir Evrópu. Þannig að þetta svolítið
þó að segja að kvarta yfir afstöðu Evrópu leiðtogana, þá þeir líka í svolítið snúinni stöðu, það sem verið að svolítið að kippa jörðinu undan fótum þeirra. Já, sko, í þeirra stöðu, með þeirra stöðu, þá hefðu þeir átt að hugsa út sem, sko, Evrópusambandið hugsaði svo smáríki, setjum við hvernig í tollamálunum, sko, verða algjörlega undir, svo smáríki bara gagnvart Bandaríkjunum, að Evrópa hefði raunverulega þurft að vera með eigin strategíu sem verið að hugsa út frá hagsmunum Bandaríkjanna, út frá hagsmunum Evrópa, ekki Bandaríkjanna. Evrópa hefur verið að vinna bara út frá hagsmunum Bandaríkjanna og gera eins og þeim sagt frá Washington, í staðinn fyrir að átta sig á því að til lengri tíma litið þá verða þeir að finna leið til þess að lifa með Rússlandi. Rússland 145 milljónir og langmest af þessum fólki sem 105-110 milljónir af þessu fólki býr í Evrópu og Rússar. Og þetta land mjög stórt og það þýðir ekkert að hugsa eins og virðist vera að hugsa í Íslandi að það bara sigra Rússland á vígvöldum að brjóta upp í smáríki eða eyða Rússlandi. Það ekki inn í myndinni. Þannig Evrópa hefur ekkert verið að hugsa mjög lengi, áratugu saman út frá eigin hagsmunum og eigin forsendum. Þannig að fyrir Evrópu myndi skipta máli að ná einhvers konar niðurstöðu við Rússland og semja við Rússland eins og Merkel var að reyna að gera. Hún var að reyna það var náttúrulega áhætta sem hefði vild og líka svo að það þjónar ekki hagsmunum með Evrópu að vera alltaf í tómum leiðindum við Kína. Viðskipti við Kína eru mjög mikilvæg, líka upp á samkeppnishæfni í Evrópu og orkuauðlindir Rússlands skipta máli. En það bara máli þegar þú búin að segja það að Putin sé eins og Hitler, þá voðalega erfitt lítið sem hann getur gert. Hann bara djöfulli sjálfur og þá voða lítið sem hann getur gert. Og svo Evrópa í þeirri stöðu að hún er í hagkerfinu, það lítill hagvöxtur, það ekkert svigrúm í ríkisfjármálunum og það tekur langa tíma að byggja upp eigin her, það verður gert, það verður örugglega reynt en þá annar vandinn, að þá eru löndin misjafnlega stór og þá fara löndin eins og Þýskaland, Frakkland og Bretland að berjast á milli sín hver sem stærri og sterkastur og það getur ekkert það leiðir þessi góða hluti frekar en það gerði á síðustu öld tvívegis heimsstyrjaldi. En ég meina Evrópa í vandræðum, hún hefur ekki verið að hugsa út frá sínum eigin hagsmunum og kannski við vorum að tala það hvaða hagsmunum Bandaríkin að þjóna. Það sem Bandaríkin hefðu haft út úr Úkraínustríðinni er það að geta veikt stórveldi án þess að þurfa að vera með mannafla á vígvöllum með því að skaffa rétt vopn. En það kemur að því að þeir sjá bæði þeirra vopnabirgðir að minnka, þeir hafa takmarkaða framleiðslugetu og þeir eru uppteknir í öðrum svæðum og þú varst að benda þetta frá Suður-Ameríku og það Suður-Ameríka er miklu mikilvægara svæði fyrir Bandaríkin heldur en nokkuð tímann Úkraína og svo Miðausturlönd líka mikilvægari fyrir Bandaríkin heldur en Evrópa og svo Austur-Asía enn mikilvægari heldur en nokkuð af þessu, nema það bara kannski Suður-Ameríka ef það verða átök þar. Þannig að sko Evrópa hefur bara verið að vinna út frá því hvað henni hefur verið sagt að Bandaríkjunum algjörlega óviðbúin og núna svona panikk í gangi og ráðherrar eru enda sendast út allan heim að undirrita alls konar pappíra. Hvað Ísland búið undirrita marga pappíra með Frakklandi, Þýskalandi, Finnlandi og ekki hvað reyndar hefði fengið varnarsamningur en það allavega eitthvað svona panikk í gangi og menn að reyna að búa eitthvað til en það tekur bara langan tíma og svo þessi sjóður sem að kaupa vopn frá Bandaríkjunum sem Bandaríkjunum kannski vil ekki selja, hann ekkert voðalega stór og það bara stafar að því að löndin hafa takmarkað svigrúm. Þannig að þess vegna hefði verið best fyrir Evrópu að vinna einhvers konar samkomulag við Rússana og það ekkert ég meina það hefði verið best að gera, það verður að gerast einhvern tíma, það ekkert hægt að hafa svona ástand í Evrópu að fjölmennasta landi sé alltaf skilið eftir útundan, sé aldrei hluti af kerfinu, öllu heildarkerfinu og sé alltaf ekki óvinnur. Ég veit að það erfitt að segja þetta svo staðan í dag, því náttúrulega gerðu Rússland stórkostleg mistök að gera þessi innrás inn í Úkraínu og fyrir utan þetta algjörlega ólöglegt stríð og innrás sem alveg skelfileg ekki bara fyrir Úkraínu heldur valdi Rússlandi líka tjóni og það sem ég held á sínum tíma að
Ég sjálfur hafði ekkert alveg mikla trú að því þetta er svona stórt stríð vegna þess að reynslan sýnir ef að land eins og Rússland ræðst inn í svona stórt land eins og Úkraínu að þá gengur illa. Þú sér þetta til dæmis þegar Bandaríkin réðust á Víetnam, hvað það gekk illa, þau töpuðu því stríði. Það var stríð sem tók 19 ár og 5 mánuði held ég. Svo fór Bandaríkin í stríði Afganistan sem tók til 20 og það voru 19 ár og 10 mánuðir. Þetta er stór svona þróunaríki, endaði með ósköpum. Sovétríkin féllu vegna innrásarinnar í Afganistan. Þannig að þetta er ábúðslega erfitt og auðvitað reynir þetta líka á Rússland. En ég meina, og Putin gerði þessi mistök að gera þessa innrás sem hefur reynst vera erfitt, en hann náttúrulega að ná þarna mikilvægum svæðum eins og Krímskaganum sem var mikilvægt afgangur af sjó og síðan mjög mikilvægum inngerum sem hann virðist vera að ná að taka og virðist ekki hægt að sleppa og ekki þurfa að sleppa tilbaka og eigi að vera herjar á Odessa og herjar á Kharkiv vill ná meiru en mér finnst Evrópa ekki hafa verið að hugsa bara, ef að stefnum þessu, ok Evrópa, við ætlum að drepa alla Rússa eða við ætlum að brjóta Rússland upp í einhverja smá reyningar good luck, sko, það bara gengur ekki upp ég veit alveg að tilfinningarnar eru úalega sterkar, það er búið að minna landið, það er búið að þjáska, það er búið að eyðileggja alla orku innviði í Úkraínu, það er búið að margar borgir eru rústir, það er gríðarlegt mannfall og tjón og allt þetta og ég skil að fólk náttúrulega finnst þetta alveg skelfilegt að horfa upp á þessa hluti. En þetta er orðin hlutur, en ég meina mér finnst bara Evrópa hefur bara hugsað svo smáríki sem gerir það sem Bandaríkin segja, vinna út frá hagsmuni Bandaríkina, en að búa til eitthvað svona grand strategy eða eitthvað svona stefnu, eitthvað svona damage control mekanism, hvernig eiga við Rússland og hvernig eigi að efla samskiptin við Kína og græða á viðskiptin við Kína, Austur-Asíu og Indland. Þetta hefur bara ekki verið á dagskrá. Og þegar ég var að sækja NATO-fundi skömmu eftir fall Sovétríkjanna 95-99 að þá biðu bara allir eftir því hvað Bandaríkjamenn segðu á þessum fundum. Það var það annaðhvort forseti Bandaríkjanna sem mætti þarna eða var utanríkisráðherrann eða varnarmálaráðherrann og þá biðu bara Evrópuríkin eftir því að hlusta á hvað þessir bandaríski fulltrúi hafði að segja og svo töluðu þau bara í kringum það og hugsaðu svo ok, þeir borga eiginlega allt og þá mega þeir ráða eiginlega öllu. Núna á þetta snúast við að Evrópuríkin eiga að borga eiginlega allt en þau kannski ekki að ráða neinu. Og svo eru þau með, er stærsta landið í Evrópu, Rússland, kannski 100-110 milljónir manna Rússar sem eru í Evrópu, það á ekkert að semja við þá á bara helst að eyða ekki hvað að gera þetta. Hvernig á að lifa með þessu fólki með þessar aðstæður og svo náttúrulega eru eitthvað 20 milljónir Rússa sem að þegar Sovétríkin féllu utan landamæri Rússlands, þar með í Eystrasaltsríkjunum, líka í Úkraínu og fleiri löndum. Þetta er vandamál sem þarf að taka á, en það er eins og það eigi ekki að taka á þessu og svo bara er alltaf sagt, segir Zelenský alltaf, Bandaríkin sterkt land og Putin hræddur við Trump og þá verður bara beittu afli. Hvar á þetta afl að koma? Það er ekki til, það er engin utanríkisviðskipti milli Bandaríkjanna og Rússlands í dag, það er ekkert svo til. Að setja Kína og Rússland í viðskiptabann myndi eyðileggja Evrópu og Bandaríkin þar á meðal hergagnirnar í Bandaríkjunum þeir myndi ekki fá málmanna sem þeir þurfa til að framleiða á og það er engin heil hugsun í þessu og þess vegna er Evrópu í vondri stöðu og ætla að vinna sig út úr þessu, þetta er eitthvað langan tíma en eins og ég held að þú hafði að benda á það var rétt það sem þú segir að Evrópulöndin er að vinna eins og þau séu í lifi í einpóla heimi þar sem er einhver svona sterkur aðili sem er með alls konar Trump upp í erminni en Trump hefur ekkert svoleiðis, hann hefur það ekki. Kínverjar eru alveg með þá hreinu að þetta er ofboðslega ríkt landorðið og stórt og er alltaf að vaxa og þeir eru búin að segja það og þeir ætla ekki að láta Rússa tapa þessu stríði. Það er bara þannig. Og þeir stunda bara viðskipti við þá og halda þeim gangandi. Þeir selja vísu ekki vopn til þeirra en þeir er að fá alls konar íhluti sem er ekki vopni, þetta er að nota. Þannig að staðan fyrir Evrópu er þannig, það er enginn að hugsa og náttúrulega líka eitt vandi með Evrópu, þetta eru 27 þjóðríki sem hver hugsar eftir sínum hagsmunum og það vantar það sem að kalla alþjóðaskipti eitthvað grand strategy, hvernig á að lágmarka tjónleika á Rússlandi, hvernig ætlum við að græða á Kína og Austur-Asíu, það er ekkert ljóst. Og svo eru löndin í Austur-Asíu, sem ég er núna, ASEAN-löndin, Kína sem að
lærðum frjáls viðskipti í Bandaríkjunum, hafa nýtt sér þetta og eru með gríðarlega hagvöxt og uppgang og allt þetta. Þetta eru löndin sem hafa lærði í skólum í Bandaríkjunum og Evrópu og koma heim til sín og vinna eftir skólabókin, eins og Víetnam sem gríðarlegur hagvöxtur núna. Vinna eftir þessum kenningum frjáls viðskipti og allt þetta og sérhæfingu og stærðarhagkvæmni og allt þetta sem og núna eru þau farin að upplifa það að Evrópa og sérstaklega Bandaríkin tala gegn frjálsum viðskiptum og vilja beita afli og vilja fara út í alls konar aðgerða sem allir tapa í staðan fyrir allir græði og það sem er svona negative sum game, það sem er vonast þess að andstæðingur tapi meir en hinn. Það vant, sko, ég sé ekki hvar og svo bara að skoða líka forystumenn Evrópusambandsins, Ursula von der Leyen, tala ekki Kaja Kallas. Þetta nú ekki gæfulegt, ég meina Trump náttúrulega eins og hann er að skipta skoðun á klukkutíma fresti en samt gagnvart Úkraínustríðinu þá hefur hann ákveðið jarðsamband og það hefur líka J.D. Vance en þeir eru líka í erfiðri stöðu í Bandaríkjunum vegna þess að í kringum þá eru aðilar sem að hugsa öðruvísi og eru nær Evrópuleiðtogunum. Það er Trump sjálfur í vandræðum og J.D. Vance hefur haldið sér svona frekar til hlés. Og þess vegna þegar Trump að mæta á fundi og heyrir í Zelenski og Evrópuleiðtogunum, þá bara missir hann stjórna sér. Þannig að þetta er svona erfið staða og eins og segi, mér finnst Evrópusambandi haga sem svo smáríki. Þeir fá sama toll og Evrópusambandi sem aðal bandamaður Bandaríkjanna og menningarlega og langtengdasti hluti í Bandaríkjanna í heiminum, mjög stór hluti af Bandaríkjamönnum eru Evrópubúar sem fóru til Bandaríkjanna, mjög sterkt, að þeir fá sama tollin á Singapúr sem í Austur-Asíu, 15% toll, sem bara 5-6 milljónir. Þeir fá ekki betri meðferð það. Þannig að þetta alveg ótrúleg staða í Evrópu. Og mér finnst ekki að, þó að ég sé engin aðdáandi Trump og mér finnst hann vaða úr einu í annað, þá finnst mér forystumenn Evrópu bara ekkert vera skárri þegar kemur að stefnumörkun. Auðvitað virði ég það að það kannski meiri mannréttindi í Evrópu núna eins og og málfrelsi kannski eitthvað, en samt finn ég alveg fyrir því að sem háskólakennari að víða í Evrópu núna verið að takmarka málfrelsi og það má ekki gagnrýna og þeir sem að vilja ná einhvers konar langtíma samkomulagi við Rússland, það sé að lifa með Rússlandi, þeir eru bara kallaðir pútinistar og séu að launast á Kreml og allt fram til göttunum. Þannig að það vantar stefnumótuna en svo líka búið að banna umræðuna, þannig að það allir sem að vilja finna einhverja leið til að lágmarka tjónið fyrir Evrópu, þeir eru bara stimplaðir og fjölmiðla líka takmarka mjög aðgang. Það er bara viss viðhorf sem komast að. Og þau viðhorf sem hafa verið ráðandi það sem þú varst að tala áðan að það sé bara farið á vígvöllin og Rússland sé bara gersigrað og treyst bara það þeir munu aldrei nota kjarnorkuvopni þó að allt hringi í kringu þá. Þeir munu aldrei hugsa sína eigin þjóðaröryggishagsmuni, þeir munu bara gefast upp og svo framvegis. Ég hef aldrei séð hvernig þetta alltaf ganga upp. Eins gat ég aldrei séð fyrir mér að með að við reynsluna Bandaríkjanna í Víetnam, með að við reynslu Bandaríkjanna í Afganistan, með að við reynslu Sovétríkjanna í Afganistan, þá gat ég aldrei séð fyrir mér að Rússland myndi geta tekið alla Úkraínu auðveldlega. Þetta alltaf mjög erfitt, svona stórt land og fjölmennt að það reynist mjög erfitt að sagan sýnir þetta aftur og aftur. Já, það sem sagt, staðan líklega svo að boðaður fundur Trump og Putin, hann alls ekki á borði og óljóst hvort hann verður. Það fátt sem bendir til þess að það sé eitthvað í spilunum sem að muni leiða til friðar í Úkraínu. Líklegast að stríðið haldi áfram og þá alltaf hætta á stigmögnun, sérstaklega ef að þær raddir innan Evrópu hafa hljómgrunn sem að vilja að Úkraínumenn fái langdrægar flaugar til þess að skjóta djúpt inn í Rússland, þannig að NATO og eða Bandaríkin séu komin í bein átök við Rússa, ég veit ekki hvort að það sé hugmyndin. Þannig að sömuleyti það staðan sem við erum í, þannig að hættan á því að stríðið í Úkraínu breiðist út og valdi enn meiri skaða í okkar heimsluta, að það eru síst að minnka. Nei, það er ekki að minnka. Þetta slæm áhrif á efnahag Evrópuríkja
Sérstaklega Þýskaland í slæmu ástandi, þetta var nú mótorinn í Evrópusambandinu sterkasta ríki, sko, það í slæmu ástandi út af þessu og maður sér ekki neitt framundan. Ef við tölum Ísland, Lettland og Litáen og Pólland, það voru þau sem að stóðu fyrir því ásamt George W. Bush að það væri talað Úkraína færin í NATO þó að það væri engin samstæða þetta og engin vilji, en það fór hann aldrei inn í NATO og ekki á leiðinu þangað og að blása það af. Að þau einhvern veginn trúðu því, ég veit bara því ég búin að vera að kenna þetta í 20 árum að það var svona trúa Bandaríkin hefði einhverja svona tæknilega yfirburði og getur bara sigrað stríð við Rússland eða hvaða stórveldi sem bara með einhverjum íta okkur að taka, sko. Þetta væri bara mjög einfalt, tæknilegir yfirburðir og svo þegar stríðið byrjaði milli Rússlands og Úkraínu þá var þetta Rússar að vera að berjast með ónýtt tæki og jafnvel að berjast með skóflum og þetta var allt saman ónýtt og svo fram eftir göttunum, en það hefur ekki reynst vera þannig og núna bara bæði peningaskortur í Evrópu og vopnaskortur. Og Bandaríkin búin að missa áhugann, Trump, orðinn forseti Bandaríkjanna, farin að missa stjórnar sér og hverjum fundinum á fætur öðrum og vill ekki halda þessu áfram og með allt og mörg mál á borðinu hjá sér og vill losna við mál sem að skiptir ekki svo miklu máli fyrir Bandaríkin. Hann orðinn hundleiður á þessum Evrópusambandsleiðtogum. Þannig að sko ég veit ekki hvernig þetta á að leysast, en ég held að, þess að sagði ég við þið, sko, frozen conflict líklegast að, sko, miðað við harðlínustefnu Evrópusambandsins, það vil ekki gefa neitt eftir. Það alveg skiljanlegt, ég skil það alveg, að menn vil ekki gera eftir land. En þá verður ekkert samið. Og þá þetta frozen conflict eftir, það sér að eins og Trump hefur talað og bara stoppar og við líðum einhvers staðar, ekki það sem er núna, heldur að það eru líkur á því að Rússar fari mun lengra, taki meira, svo stoppar stríðið. Eins og í hérna Suður- og Norður-Kórea sem hefur ekki verið barist síðan 1953 en það ennþá tæknilega stríð í gangi. En síðan verði bara og þá munu Vesturlönd ekki viðurkenna þessi nýju landamæri. Þau munu segja, sko, landamæri Úkraínu eru eins og þau voru þegar Sovétríkin féll 1991. Það eru landamæri sem við viðurkennum. Við viðurkennum ekki þessa frosnu víglínu þarna sem bara tæknilega ennþá stríð en ekki átök í gangi. Og þá sko, svo hrangast fyrir NATO alltaf að tala að Rússar sé að taka svo lítið undanfarið og það alveg rétt. En ég held að ef þú horfa á hvað Rússarnir að gera, því þetta var bara, sko, Úkraína var bara eins og Ísland, Lettland og Litáen, hún var bara hérað, hún svo sýsla í Sovétríkjunum, að þeir vita nokkurn veginn hvað auðlindirnar eru, þeir eru með kortleggja þetta var hluta Sovétríkjunum, þeir vita töluvert hvað auðlindirnar og hvað svæðið er sem þeir vilja. Þeir eru ekkert að reyna til að hámarka svæði sem þeir fá. Þeir eru að taka ákveðin svæði, það sem eru ákveðin hlutir sem að þeir vilja sækjast eftir, auðlindirnar, eins og svo Krímskaginn vegna hafnaaðstöðu, siglingaleiða vegna þess að gríðarlega gasauðlindir þarna í kring. Og svo Donbass, kol og alls konar hlutir sem og málmar sem að þeir eru að hugsa um. Þannig og fyrir Rússland þetta ekki gott heldur, því að ég var að segja við, þá Rússland, sko, flestir Rússar búi í Evrópuhlutanum, kannski af 155 milljónir, kannski 105-110 milljónir. Svo austurhlutin mjög fámennur og þar geta Kínverjar farið að þjarma til lengri tíma að Rússlandi, því þetta er svo margir Kínverjar sem hafa flutt inn í austurhlutan. Þannig að, sko, fyrir Rússa borgar sig að fara að ljúka þessu áður en mjög langt líður, en það ákveðin hætta því að Úkraína muni tapa meira landi og þessi frozen conflict verði á vílinni sem mun óhagstæðari heldur en í dag. En ég hef aldrei trúað því að Úkraína öll myndi falla, því maður sér það á öllum svona stríðum sem eru stór lönd og fjölmenn, eins og Afganistan álíka stórt Úkraína, heldur stærra landfræðilega, var svona 40 milljónir þeir voru í stríði bæði við Rússland, við Sovétríkin og svo Bandaríkin. Þetta er stórt land, það féll aldrei, Víetnam féll aldrei, alveg það vann stríðið. Afganistan vann stríðið við Bandaríkin, Afganistan, Sovétríkin hrundu í stríði við Afganistan. Þannig að, sko, ég held að Rússarnir átti sig á því að þeir muni aldrei ná allir Úkraínu. Ég hafði aldrei að trúa því, fyrir utan það í Vesturhlutanum eru eiginlega eingöngu Úkraínumenn og þegar að Sovétríkin voru til, þá voru þau með leppríki, eins og þú veist að Stalin vildi hafa svona buffer states og þá voru Pólland buffer state og Tékkóslóvakía. Það var Tékkland og Slóvakía eitt land og svo Ungverjaland og þessi lönd sem
sem að Sovétríkin voru að skiptast af og þetta var alveg ægilegur hausverkur alltaf fyrir Moskvu að vera með þessi leppríki, það var allt tómleiðindi og Sovétríkin þurfti að gera innrás, eða gerði innrás í þessu lönd til þess að skakka leikin. Þannig að sko að með við þá reynslu að Pútín vilji taka stóran hluta landi, kannski 200-300.000 ferkilometra, það sem að eru eingöngu Úkraínumenn, það er það ægilegur hausverkur fyrir Moskvu að vera með það inn á sér fyrir utan kostnaði við að byggja þetta upp og þannig að þeir taka þarna ákveðna hluti, austurhlutan, þá eru forgangurinn settur á strandlengina við Svartahafið og svo Kharkiv sem var höfuðborg Úkraínu á sinni tíma fyrir löngu síðan, áður en að Kiev var og það er að sem munum á þess að ég held að þetta verði frozen conflict. Ég sé ekki fyrir mér að sko Zelenski, nema við forsetaskipti í Úkraínu, hann getur pólitískt ekki farið að gefa til land, það er mjög skiljanlegt og Evrópa getur það ekki og þú ert með sko öryggismálastjóri Evrópusambandsins frá Íslandi. Hún mun aldrei samþykkja, skilurðu, að þeir gefa eitthvað, þá sér hún bara fyrir sig sama í Íslandi og Lettlandi. Og svo er svo sem fer með varnarmál hjá Evrópusambandinu, hann er frá Litáen. Og Litáen er með mjög harða stefnu og þeir munu aldrei samþykkja neina svona eftirgjöf. Og það fórist Evrópusambandsins er algjörlega segið þvert nei. Og þess vegna ég sé ekki fyrir mér neina samninga því að þó að Pútín og Trump getur sest niður og búið til kort og sagt að við hafa þetta svona, þá verður það aldrei samþykkt, ég sé það ekki fyrir mér. Þess vegna endar þetta svona, en það verður ekkert gott fyrir Úkraínu. Úkraína endar eins og við vorum að tala það sem er kallað á ensku dysfunctional ramp state, þeir eru að missa aðgangina Svartahafinu að miklu leyti, jafnvel alveg, allavega miklu leyti og þeir eru búin að missa, Pútín er búin að útsirkla helstu auðlindasvæðin og taka þau að mestu leyti. Það er það sem er hætta á að verði og svo er Evrópa ekkert í góðri stöðu til þess að vinna uppbyggingu Úkraínu svo staðan er í dag. Ég sé það ekki fyrir mér, ég meina, og það er annað sem er sko að Evrópa líka sjálfa vantar framkvæmdafé og þau vorum að tala um svona grand strategy fyrir Evrópu og það þyrfti Evrópa með hvernig ástandi er í efnahagsmálum að vera að taka meiri fjárfestingu frá Kína og utanfrá. Þeir geta það ekki vegna þess að þeir Evrópusambandið hafa sér svo smáríki að því leyti að það hlýðir bara Washington og þar er Kína á svörtum lista. Þannig að bæði upp á viðskipti og fjárfestingu og við sáum það bara þegar við hefum sem Ísland ætluðum að fara að gerast aðilar fjárfestingarbanka Asíu og ætluðum kannski að fara að gera eitthvað í samvæðinum í Kína. Við fáum bara að vita það sé ekkert í boði. Þannig að sko þegar þú ert smáríki og eins og Ísland og Úkraína er náttúrulega smáríki í þessu tabli þó þessu miklu stærri en Ísland en þá eru bara takmörk fyrir því sem þú getur gert og ég meina Evrópa ber líka ábyrgð á þessu að hlusta ekkert á Rússland varðandi NATO stækkunina og það ég bara líka að hlusta á viðtal við yfirlýsingu að Trump bara tala bara á YouTube á að sem hann sagði já sennilega er þessi NATO stækkun aðal ástæðan fyrir Úkraínustríðinu og ég hlustaði líka var að hlusta á viðtal við George W. Bush sem var tekið skömmu eftir innrás Rússa. Þá hélt hann því fram að Úkraína myndi bara sigra stríðið. Og hann talaði það að Úkraína þetta hefði skipt svo ægilega miklu máli að láta bóka það að Úkraína færi í NATO, að bóka það í fundargerð þó að vera engin samstaða það og engin vilji og enga líkur á því að þetta verið svo gott fyrir lýðræðið í Úkraínu. Ég meina, mér finnst þetta hafi verið óskaplega illa á málum haldi og auðvitað þetta Úkraína sjálfsögð þarf síðan að borga dýrustu verði allra en svo líka náttúrulega Evrópa er að fara mjög illa út. Hörðu, nú setjum við komu á samtal okkar Hilmar Þór, takk fyrir að taka síman alltaf staddur í Bangkok. Ég fæ að heyra aftur í þér í næstu viku. Kæra þakkir í dag. Takk fyrir að hringja. Takk fyrir. Takk fyrir. Við höldum hérna áfram við Rauðaborðið, við erum alltaf reyna að skilja heiminn sem við erum í. Næsti kafli er eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is